Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Í dag þá ætlum við að fjalla ýmislegt að venju. Við ætlum meðal annars að tala Icelandic Winter Games og líka Icelandic Summer Games sem eru víst á teikniborðinu. Við ætlum líka að forvitnast handauðshátíðina því að undirbúningur þar hafinn á fullum krafti. Við fáum hann Magna Ásgeirsson til okkar að fjalla tónleika og hann Gísli Rúnar líka því það eru tvenni tónleikar sem við fjöllum í dag. Hann Guðmundur Ólafsson leikari úr Ólafsfirði, býr nú reyndar í borginni en nú alltaf kallaður Ólafsfirðingur. Hann hefur verið að leikstýra leikfélagi Fjallabyggðar, fáum hann í heimsókn til okkar. Við ætlum líka að fjalla boltagjöf til íþróttabarna og útivistarreglur fyrir framan skjá, hvort það eigi að setja þær og hvernig þær eigi nú í ósköpunum að vera. Við ætlum líka að fá listamann til okkar sem að opna sýningu í listasafninu á Akureyri. En við byrjum hins vegar á því að tala hádegisfundi Sonta og þið ætlaðu að tala uppeldi. Og kannski bara örstutt, hvað Sonta? Sonta alþjóðleg hreyfing kvenna sem var stofnað árið 1919 og núna í 67 löndum og það sem sagt klúbbar dreifðir á víða dreifum heiminn sem starfa þá í anda Sonta sem svona að vinna að hag og réttindum kvenna í nærsamfélaginu og bara heim allan. Og nú komið að þessum hádegisfyrirlestri með annars, hvað næsta þriðjudag? Næsta þriðjudag, já. Og segðu mig frá kannski hvað það frá fjalla? Við sem sagt höfum staði fyrir þessu í samstarfi við Jafnréttisstofu og Sontaklúbbarnir hafa þá komið að þessu saman hér á Akureyri undanfarin ár þann 8. mars af því það sem sagt alþjóðlegu baráttudagur kvenna og svona haldinn, haldið upp á hann með ýmsum hætti heim allan og við höfum svona valið að kalla sem sagt bæjarbúa saman í hádeginu og okkur finnst það eiga vel við eða seinni part dags, og við ætlum sem sagt þema fundarins sem sagt uppeldi í anda jafnréttis. Uppeldi í anda jafnréttis. Við vorum náttúrulega að velta fyrir okkur ýmsum málum sem snúa að sem sagt hag og réttindum kvenna en við ákváðum bara núna ráðumst við á rót vandans. Já, byrjum á byrjuninni. Og þannig að vissulega þegar við erum að ræða það þá erum við að ræða bæði drengi og stúlkur. Og þú ætlar að vera með erindi. Já. Segðu okkur aðeins kannski frá því. Hvað ertu að fara að leggja áherslu á? Ég legg áherslu á fyrirmyndir og staðalmyndir. Ég að skoða svona hvað mótar krakka og hvert leita eftir fyrirmyndum. Það eru ekki bara við foreldrarnir sem hefum áhrif á börnin þegar þau alast upp. Það er svo mikið í menningunni sem hefur mótandi áhrif. Ég hef verið að skoða myndabækur og barnabækur og bíómyndir, leikföng, ýmislegt fleira. Erindi heitir reyndar þegar Messi fór að spila í prinsessubleiku. Já. Þannig ég að skoða svona staðalmyndirnar og ímynd okkar kynin og hvað má og hvað má ekki innan gæsaleppa og hvernig svona hugmyndir að kynin eigi ákveðnar íþróttir eða liti eða eitthvað, hvernig það mótast. Nú upplifir maður að það hafi orðið gjörbylting í þessu hvað varðar stelpur. Það að segja stelpur með einhvern veginn klæða sig í hvað sem á hvaða aldri sem hvaða liti sem buxur og hvað sem en ekki strákar. Að þar ekki ennþá komið þeir eiga ekki að vera í glimmeri eða bleiku, þeir eiga ekki að vera í háum hælum, þeir eiga ekki að vera í kjólum og það orðin í rauninni upplifir maður miklu meiri kynbundin svona mótun á útliti og fötum þeirra heldur en stúlkna Já, ég held þessi mörguleiti rétt og ég held að með þessu þá séum við að hefta strákana svo miklu meira og það skapar auðvitað svona ákveðna spennu og það erfitt að alast upp innan þessa ramma sem strákur og það hefur auðvitað líka áhrif á það svigrúm sem stelpurnar hafa og auðvitað þetta allt Það það kemur líka svolítið inn á þessar hugmyndir kallmenn sem einhvern veginn herja svolítið mikið á drengin okkar. Það eiginlega það sem kannski konur hafa verið svo öflugar í jafnréttismálum en maður hefur oft hugsað núna ekki það að það sé eitthvað fullkomnu jafnrétti náðið neitt en það er mikill árangur náðst til dæmis eins og í fatamálum
En það einhvern veginn orðið svolítið eftir þetta með, ég hitt mæður sem að upplifa sig sem jafnrétti sinna, en þegar að drengurinn þeirra kannski 4-5 ára vill fara í svona íþróttaból og fimmleikaæfingu eða vill fá háa hæla á jólaskemmtunina eða í kjól, að þá sko, og þá kemur alveg rosaleg dilemma eða svona innri barátta í mæður, sko þær vilja einhvern veginn, auðvitað má hann vera eins og hann en verður hann, hann nógu sterkur til að takast á vegna svo, það bara vitað að hann verður fyrir stríðinni? Ég held þetta einmitt snúist mjög mikið þetta með að búa til þessa sjálfsmynd, góðu sjálfsmynd hjá börnunum, þannig að þau líka, að við kennum þeim að, þú veist, að hafa sína skoðanir, að bara mig langar til að vera í bleik og akkur má ég það ekki að því ég strákur. En þess að þeir sem eru áhugasamir bara uppeldi og í rauninni jafnréttismál og að mæta þá hvert og hvenær, svo við ljúkum á því. Þá bara byrjum við í Hofi 8. mars klukkan 12, en á undan boðið upp á svona létta veitingar og þetta verður á mjög svona léttum og skemmtilegum nótum. Jón Páll Eyjálsson kemur líka, leikustjórinn okkar, og hann ætlar sem sagt að hann kemur eitthvað inn á Svarthöfða og hann mjög skemmtilegur fyrir þessar alveg svo Brynhildur, þannig að þetta verður bara æðislegt. Ég hvet alla konur og kalla öllum aldrei til að koma. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Og við höldum áfram hér í föstudagsþættinum frá R5 eftir augnablik.